Sæl og blessuð, gaman að sjá ykkur. Ég þarf að tala í innan hljóðnema fyrir upptökuna á netinu, þannig að ekki kippa ykkur upp við það þótt að ég sé að tala í hljóðnema og heyrist ekkert betur í mér hérna inni. Ég heiti Oddur Sturluson og er verkefnisstjóri á Klak Inuit. Mig langar kannski bara að byrja að þakka Sjávarglasum sérstaklega fyrir að hýsa þennan fund í dag og jafnframt að þakka viðmælendum dagsins, Stefán Atla Thoroddsen frá Crowbar Protein, Brynhildi Pálsdóttir frá Matarhönnuð sem er líka hjá Vík Brjónsdóttir og Gísla Matthías Auðunsson, matreiðslumeistara Slipsins og Mat og Drykk. Við ætlum að byrja bara á stutta kynningu frá Gísla. Svo munum við fara út í umræðu þar sem ég býð ykkur líka öllum að koma með spurningar eða athugasemdir eða punktar eins og þið viljið. Þar sem við ræðum aðeins hvernig þær áskoranir sem að matarfrumkvöðlar standa frammi fyrir eru öðruvísi heldur en hjá öðrum frumkvöðlum og hvað framtíðin ber í skauti sér fyrir matarfrumkvöðla á Íslandi. Þannig að Gísli, ég gef þér orðið. Takk hérlega. Verður þú þá á... Hún Svava hérna í restíða. Já, það bara, já. Herru, ég heiti Gísli Matthías Auðunsson. Ég er matreiðslumeistari. Ég rek 2 veitingastaði, Slippinn í Vestmannaeyjum og Mat og Drykk hér á Grandanum. Og alltaf er nú verið svona að tala aðeins svona áskoranir, bæði litlar og stórar, sem hefur svona verið í okkar vegi. Já, en ég ætla að byrja á því að tala um Slippinn, ef við þetta er veitingastaður í Vestmannaeyjum. Hann er í elsta steinsteypta húsi Vestmannaeyja. Þegar við tókum húsinu, þetta var ég og fjölskylda mín, systir og mamma og pabbi, þá var ekki rafmagn, það var ekki pípulagnir. Húsið hafði ekki verið notað í 40 ár. Og við höfum bara svona eitt stórt markmið að gera bara svona skemmtilegan og flottan veitingastað sem myndi leggja rosalega mikla áherslu á nærliggjandi umhverfi og fisk og kjötmeti og jurtir og fleira. En við förum aðeins tilbaka aftur. Ég ætlaði að sýna ykkur bara eitt myndband bara svona til að sem er í raun og veru myndband sem við gerðum í Slippnum bara til að svona sýna ykkur svona já, smá okkar hugmyndafræði. When you grow up in a place like Westman Islands, you might think that when you grow up in a place like Westman Islands, you might think that everything is a bit lame. But when you return after maybe many years, you see the place in a really different light and suddenly realize that actually it's a freaking amazing place. Growing up here has been one of our inspirations because we really like to use all these flavors from the nature that we recognize from our childhood, just like sorrel or rhubarb or seaweed. These are just all flavors that we implement in our cooking. These are flavors that send us back to our childhood. A family of fishermen and chefs and one artist wanted to work on something that would bring the family together. And we created Slipper. Family run might sound really romantic and charming. But let me tell you, it's really it's fucking difficult.
skipta aftur yfir í glærurnar. Ég vildi bara sýna ykkur svolítið svona hver okkar stemming hver okkar svona ímynd og okkar markmið. Við erum bara opin á sumrin. Við erum opin 4 mánuði á ári. Einfaldlega vegna þess að þetta það stór staður, við erum með 110 sæti, að það myndi aldrei bera sig að við myndum vera opin allt árið. Það er raun og veru af ýmsum ástæðum, bæði að komast til eyjarinnar, það er svolítið erfitt út af þessari blessaðri Landeyjahöfn og ýmsu öðrum. Við langar að tala svona okkar áskoranir að opna veitingastað í Vestmannaeyjum, þar sem hefur aldrei verið fínn veitingastaður. Þótt að ég myndi aldrei segja að við værum svona fine dining, ef ég má sletta aðeins, þá erum við samt að gera rosalega góða mat úr alvöru hráefni, rosa svona árstíðabundið og staðbundið. Og það var eins og bara til dæmis við opnum staðinn, vorum bara tilbúin í allt, síðan bara jæja, ok, núna vantar okkur ferskan fisk. Þá var það var ekki hægt að fá ferskan fisk í Vestmannaeyjum. Það var bara allt sem fór beint inn í stóru vinnslustöðina, Ísfélagið eða beint í frystiblokkir og út. Það var engin fiskbúð og í raun og veru allir Eyjamenn, þeir fengu bara fiskinn sinn hjá sjómönnum eða öðru slíku. Þannig að fyrstu 2 vikurnar þá samdi ég við vinnslustöðina að fá fiskinn áður en hann færi í vélarnar og græðar og fékk að nota þannig. En þá var ég samt líka að borga bara alveg 4 skall kíló eða eitthvað á þorsknökkum. Þannig að það var svona eitt áskorunin. Þannig að eins og myndina mér sem ég held á fisk, það niður á fiskmarkaði Vestmannaeyja. Og ég fór þangað og þeir vildi ekkert strax gefa mig kaupandanúmer af því í svona byrjun þá voru við bara að kaupa 20-30 kíló. Það var bara, þeir litu bara á þetta sem vesen og voru í raun og veru ekkert þar til ég talaði við svona ungan gæja sem var að vinna þarna og bara reyndi að útskýra. Þetta væri bara fyrir Vestmannaeyjabæ og við vildum gera frábæra hluti þar og þetta væri bara til að stækka ímynd eyjarinnar sem hefur ekki verið allt og góð út af stjórnmálum og fleiru. Og og núna, hver dagur byrjar hjá okkur bara á þessu borði niður á markaði og við kaupum hátt í svona 150 kíló af fiski að dag. Og staðinn hefur svona, oxið, það hefur alltaf verið meira og meira að gera og við erum að koma núna úr 4. sumarinn okkar og opnum 5. næst og þannig að og áskoranir hafa verið svo mikla líka bara í sendingarleiðum að fá hráefni til eyjarinnar frá smáframleiðendum og því að það er svo lítið sem tengir saman smáframleiðendur og veitingastæði. Það er einhvern veginn, þetta er rosalega mikið hark og maður þarf að leggja rosalega mikið á sig ef maður ætlar að standa í þessu sem er bara gott að blessa. Með jurtir og svona eyjunni, þú veist, fyrsta sumarið þá tókum við rabarbara og síðan mamma mín að rækta steinsil í garðinum og smá hundarsfurs. En síðan hefur þetta svona alltaf með hverju sumarinu við erum að læra meira á jurtirnar og núna erum við bara með fullt af leynistöðum í eyjunni þar sem einn stað við sækjum blóðbergi, einn kerfilinn, einn vallhumalinn, einn hundarsfururnar og bara, þú veist, þetta er búið að svona, það verður alltaf stærra og stærra þetta verkefni og síðan eins og til dæmis núna næsta sumar þá er markmiðið okkar að búa til bara svona íslenska kryddflóru, þurrka jurtir, búa til okkar krydd. Þannig að í raun og veru gæti maður verið eins og indverskir matargerð að velja úr endalaust af íslenskum kryddum og sölum og
sívítt og bara hugsið ykkur. Þannig að það er svona okkar næsta markmið. Við erum meðal annars leggjum rosalega mikið upp bæði úr mat og drykk og eins og til dæmis kokteilin okkar þeir eru hannaðir þannig, það er bara notað jurtir frá eyjunni. Við erum með rabarbara, hvönn og kerfil kokteil, hundarsúru, blóðberg og birki og fleira. Þannig að, já. Síðan seint á síðasta ári, 2014, þá var haft samband við mig að því í raun og veru hefði ég alltaf notað veturina í að ferðast og ég vann einn veturinn í Frakklandi, einn veturinn í New York, smá í Ítalíu og Danmörku. En síðan var ég búinn að ákveða að fara ekki út. Síðan var hringt í mig og mér var í raun og veru boðið að hjálpa veitingastað sem hét Kol og Salt þá, sem er í Allianshúsinu. Hjálpaði að breyta því úr kaffihúsi í svona bistró. Þá voru þau bara að tala að passa að væri hægt að hafa góða súpu dags, góðan fisk, bara einhverja 3 rétti til þess í raun og veru að þjóna sögusafninu sem er í sama húsi. Bara, já, þetta er á endanum Grandakari 2. Stundum kallað Allianshúsið, stundum kallað Gamli Ellingsen. En ég fór svona að vinna með þeim hugmyndafræði sem við getum byrjað með veitingastað þar og meðeigendur mínar, Albert Munoz og Elma Backman og systur hennar komu að tala við mig sem eru nú í dag meðeigendur mínir á þessum stað og við byrjuðum að ræða hvað vantar í íslenska veitingaflóru og fundum að okkar mati svolítið stórt gat þar sem að enginn var í raun og veru að gera svona hefðbundinn íslenska mat á svona aðeins svona hærra level heldur en kannski bara bistró eða kaffihús eða þannig. Það segjast flestir veitingastæðir í Reykjavík í dag sem gera íslenska matagerð en í raun og veru eru að gera íslenska mat úr og elda eftir erlendum aðferðum. Þannig að eiginlega í raun og veru aðalvinnan sem fór í áður við opnuðum veitingastæðin hérna út á Granda var í raun og veru að finna gamlar uppskriftir, finna endalaust af heimildum. Við unnum með Nönnu Rögnvaldar og fullt af bara fólki sem er svona, já, búið að gera góða hluti í íslensku matagera. Já, kannski fyrir mig á næstu klæri, já. Og við opnuðum þess að stað sem heitir Matur og drykkur. Það er í raun og veru tilvísun í bókina eftir Helgu Sigurðar sem heitir Matur og drykkur og sem er svona stærsta heimild Íslendinga íslenska matagerð. Sumir halda að við eldum bara upp úr þeirri bók en það er alls ekki þannig. Heldur vildum við bara myndi heita þetta bara sem svona, já, smá virðing fyrir þá vinnu sem var runnin á þeim tíma. Ef við förum á næstu glæru. Þetta var mynd af mér við ákveðum svolítið svona að þetta var svona eitt af fyrstu svona markaðsátökunum. Ég veit ekki hvort það gengi vel eða hvað, en það vakti allavega athygli. Þetta er sem sagt ég í kjólfötum að fara yfir gamlar uppskriftir. Ef ykkur skilur ekki alveg hugmyndina í nútíma eldhúsi. En þetta svona lýsir svolítið svona hvað við vorum að hugsa og hvað við vorum bara, okkur var alveg sama þótt að fólk myndi fara að hlæja á okkur. Af því að það er svo margt í íslenskri matagerð sem Íslendingar finnast íslenska matagerð. Þeir oftast finnast að hún sé svolítið leiðileg, svolítið svona súr,
bara gamalt fólk borða hana og það er alltaf vísað í þorramatinn. En þorramatur er ekki gamalt siður. Þorramatur er bara siður frá í kringum 1950. Það var bara einhver veitingastaður í Reykjavík sem ákvað að halda þorramat, en í raun og veru og það var í raun og veru bara nefnt eftir mánuði sem hét Torri og hina 7 mánuði ársins borðuðu Íslendingar bara mjög ferskan og góðan mat. Þannig að ég svolítið á móti því að hvern einasti útlendingur sem kemur að við tróðum upp í hann hákall og gerum brennivín og hlægjum á honum, sko. Á meðan að við erum með fullt af rosalega áhugaverðum hlutum eins og taðreyking á bæði kjöti og fiski og svona okkar aðferðir við reykingu og allar þessar matreiðsluaðferðir sem hafa komið sem eru góðar eins og harðfiskurinn og fleira, sko. Ef við förum í næstu mynd, þetta er bara svona, þetta er veitingastaðurinn, koktelar og ýmislegt. Við myndum ekki kalla okkur svona fine dining, þótt við séum alveg hátt uppi og tikkum í mörg box sem kannski fine dining veitingastaður myndi gera. Allur maturinn er undirbúið þannig, allt skipulag og svona. Á meðan að við leggjum ekki eins mikla áherslu á þjónustu og í raun og veru svona köttum út allt sem okkur finnst svolítið svona fáránlegt að þjónninn sé kannski að hella 10 sinnum vatn í glasið þitt, menn í raun og veru getur bara gert það sjálfur og leggjum miklu meira upp úr að segja sögur og gera vonandi bara betri mat fyrir vikið. Hnífapörin eru bara nú þegar á borðinu, þú finnir það sjálfur, matselina eru á borðinu þegar þú mætir, þannig að við erum nú svona cutting corners í raun og veru á hlutum sem okkur finnst ekki skipta máli í svona heildarkonseptinu okkar. Ég ætla aðeins að tala um svona áskorunir í matnum, ef við fyrir kannski í næstu mynd. Þetta er einn af réttunum sem er búinn að vera á matseðlinum frá upphafi og mun held ég bara aldrei fara út af. Þetta er lúðusúpa sem við erum bara svona aðeins búin að lyfta upp á næsta plan. Þegar það sögðu allir við verðum að hafa íslenska kjötsúpu. Við vildum kannski aðeins fara frá því þótt að það sé einn af þjóðaréttum okkar og mjög líklega að það komi einhvern tímann. En þegar ég sagði ömmu minni frá konceptinu, þá sagði hann bara að ég yrði að hafa þessa súpu á matseðli. Þetta er hennar uppskrift sem við erum búin að aðeins svona nútíma væða í raun og veru. Soðið er bara, núna er náttúrulega lúðuveiði bannaðar, en samt sem áður, ef að bátar veiða lúðu, þá verða þær að koma þeim markað og þannig að við getum eiginlega alltaf keypt lúðu. Þannig að soðið er bara búið til úr rosa ríku fiskisoði, lárviðarlegum, ediki, mysu, smjör og rjóma. Hljómar kannski ekki girnilegast í heimi, en síðan í súpunni eru fullt af þurrkuðum ávöxtum, epli og síðan bættu við í hennar uppskrift dill og krækling, bara til að fá aðeins meira dýpt í súpuna. Þetta er svona réttur sem er svona gott dæmi sem sagt svona okkar hugmyndafræði að því leytinu til að þetta er uppskrift sem hefur varla verið á neinum matseðli síðustu 20-30 ár en margir af gamlaskólunum þekkja súpuna og í raun og veru er þetta eitt af svona okkar áhugamálum að passa að gamlar uppskriftir gleymast ekki og við erum bara við erum alveg endalaust eftir ólært í raun og veru og erum bara alltaf að reyna að vinna úr meira og meira heimildum. Ef við förum í næstu mynd, þetta er þorskhaus sem er okkar, þetta er okkar vinsælasti réttur. Og þetta er svona, við vildum hafa eitthvað rétt á matseðli og ég viðurkenni það alveg, bara sem myndi kannski smá sjokkera fólk og bara svona
aðeins svona vera svona challenging fyrir hugan og allt svoleiðis. Og í raun og veru hugmyndin að hafa þorskhús í raun og veru að í gamla daga þá fluttum við og svona atvinnugrein okkar var að flytja saltfisk út og í raun og veru það var alltaf bara svona flottustu stykkin og í raun og veru þurfti að nota hitt og það var notað til matar og oft talað um að gella fisk og fleira. En þetta var svona okkar take og líka það sem er skemmtilegt við þorskhúsin, það er svo margir mismunandi vöðvar sem eru svo frábærir með öðruvísi áferð og ýmislegt. En þegar ég sagði fisksalanum að mér langaði að myndi græða fyrir mig þorskhús, þannig ég held bara að ég væri algjör fáviti og sagði bara, er þetta ekki bara þurrkað og fer þetta ekki allt í líkverju bara? En svona með aðferðum þá náðum við að gera hann bara mjög bragðgóðan og þannig að hann er létt grafinn, síðan eldaður upp úr rosalega kjúklingasoði með beltisara og smá birkisírópi. Síðan hann gljáður og smá brendur og hann kemur svo bara svona á borðið til þín. Þannig að við förum í næstu mynd. Þetta er réttur sem er að fara að koma til og er búið að vera sko rosa mikið challenge í raun og veru. Þannig að það vill enginn selja heila lambahausa af því þeir eru hræddir að fá vondan stimpil frá Matvælastofnun eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er svona lambahaus sem er sörfaraður heill, sem færið til hliðar fullt af grænmeti, íslenska pönnukökur, reykta súrmjólk með. Við erum átt að borða þetta eins og tacos eða crepes. Þetta er svona, og núna er ég búinn að fá 300 hausa frá Höllu í Fagradal og lömbin hennar eru svo alveg upp á Hvönn og ég veit ekki hvort það sé eina en það er allavega eitt af fáu sem eru svona með vottaða lífræna vottun á lambinu. Og það er svo kallað hvannalömb. Það sem challenge í þessu var að við fengum bara hausinn bara með öllu, bara með hornunum og skinninu og öllu. Þannig að ég raun og veru þvílík vinna á bak við eitt svona rétt, bara að hreinsa hausinn og að því við vildum ekki að þetta væri eins og svið. Þannig að hann væri sviðinn, að því mér finnst svolítið svið, þú veist, sviðnaða bragðið svolítið ekkert svo gott, sko. Það er svona svolítið brent hárbragðið í raun og veru. En síðan eru alveg kinnarnar og tungan rosalega góður vöðvar. Þannig að þessi fer í pækil í heilan sólarhring, síðan er hann brasseraður upp úr rosa ríku svona lambasóði. Síðan punktarnir sem á þessu er hvannárfræ sem eru trítuð eins og kapers. Þau eru tekin, söltuð og síðan söltuð í alveg viku, hreinsuð og pikluð. Og síðan er bara svona, já, skemmtilegt meðlæti með. Þetta fer á þorramatseðilinn okkar sem byrja núna miðjan janúar og í raun og veru hugmyndin þar er að gera kannski alla þessa þekktu rétti svona upp á nýjan hátt og útgangspunkturinn er alltaf að hafa mjög bragðgóða. Það var bara komið. Takk fyrir mig. Herru, þú ekki bara að sitja hér og ég ætla að tróða mér hérna með hliðina á þér. Takk kærlega fyrir kynninguna, Gísli. Ég ætla líka bara að minnast á það að verða veitingar eftir fundinn innar frá mat og drykk. Þannig að það er ekki ætlunin okkar að pína ykkur bara með svona fallega myndir af mat og gefa ykkur svo ekkert að borða. Mér langaði aðeins að spyrja þar sem að þú varst núna svolítið að ræða það einmitt að íslensku matur hefur mjög lengi verið þannig að þetta sé eitthvað sem maður þarf að mana fólk upp í að borða í staðinn fyrir að þetta sé eitthvað sem þeim langar rosalega að borða. Það er að segja þau fáum erlenda ferðamenn til landsins. Og það er eitthvað sem ég held að mörgum langar að sjá breytt.
og það er núna mikið talað Ísland sem matvælaland og það að geta selt þetta til útlanda sem ímynd okkar út af við eins og til dæmis með Frakklandi eða Ítalía, við séum land sem að býr yfir rosalega góð mat og góð hráefni. Hvað heldur þú að þurfi að breytast til þess að það geti orðið að veruleika? Og maður langar líka svo að fá hugmyndir ykkar á þessum punkti. Já, í raun og veru sko, það sem þarf að breytast svona, þú veist, þetta tekur tíma og maður finnur alveg að það alveg vitundavakning í raun og veru fyrir betri mat. Það sem þarf að breytast bara svona mörg sprotafyrirtæki og smáframleiðendur þurfa bara að halda áfram vinnunni og vera rosalega svona trúir sínu í raun og veru og bara fá alla á svona sama plan, kokka og fleira að tala góðu hlutina og ég held að það geti komið okkur hans langt, sko. Hvað finnst þér? Já, mér finnst, það gleymist oft svona að hugsa til þess að Ísland hefur verið matvælaland bara frá upphafi. Við vorum að selja saltfiski og erum enn að því, rosalega flott hráefni til Suður-Evrópu í bara árhundruð og ég meina logo Íslands var matur, þetta var saltfiskflag. En það er náttúrulega bara svo mikið rof, bara svona pólitískt, hvernig landbúnaðarkerfið hvernig sjávarútvegskerfið er. Það er náttúrulega útrúlega bilað ef maður hugsar út í það að maður fyrir súpermarkað í Reykjavík og þegar þú horfir á lambakjötið þá er það bara í krumpum plastpoka með einhverjum krumpum límmiða og fiskurinn í ljótum poka með krumpum límmiða. Þú veist, það er ekki eins og við séum bara, heyrðu, þetta er bara æði. Þú veist, það er ekki fersk, þú veist, ef maður horfir að maður fyrir súpermarkað í Frakklandi þar sem vínið er bara, þú veist, vel framsett. Þannig að við erum svolítið að downgreita okkar hráefni og erum með einhverju bilaða minnimáttakennd yfir því að við erum bara einhverju lúðar að búa til fisk og frystum hann og sendum hann út. Í staðinn það þarf einhvern veginn að hugsa, þú veist, algjörlega gleyma því og hugsa bara við erum með frábært hráefni. En það þarf líka að vera svolítið svona kúltúrbreyting hér hjá okkur því að við getum ekki selt einhverjum öðrum að við séum frábær ef við trúum því ekki sjálf. Þú veist, ef við förum ekki inn í súpermarkaðinu og sjáum bara hvað þetta er frábært hráefni eins og fiskurinn og náttúrulega bilað að hugsa til þess hvað fiskneysla almennt er lítil miðað við það að þetta er bara, þú veist, þetta er bara hérna. Og eins og þú varst að segja í Vestmannum og þú gast ekki farið og keypt ferskan fisk, það er náttúrulega bara bilað. Það er eitthvað að, þú veist. Það er alltaf mín skoðun. Það er líka, ef við tökum svona annað hráefni sem við sjáum að mínum mati mjög illa framsett, þá er það skyr. Og það nú eru nokkru undirtekningar á því máli, til dæmis með skyrkonfekti sem var hérna gerði garðanfræðin fyrir einhverju síðan. En þegar maður hugsar skyr svona aðeins öðruvísi, ef maður stígur tilbaka og hugsar skyr alveg frá byrjun, þá er þetta að mörgu leyti bara eins og ostur. Já, þetta er fersk ostur. Og samt, þegar ég var aðeins yngri, þá borðaði ég svona hálft kíló af skyri á dag. Og ég held að það sé ekki margir sem myndi einmitt borða hálft kíló af osti á dag. Eða bara þurfa að borða svona mikið að skyri yfir höfuð. En maður fær þetta í þessum pökningum, bara hræódýrum, ljótum og stórum. Og þannig að maður kemur aðeins öðruvísi fram með það, heldur en ef ég var að kaupa það í aðeins fallegri pakningum og þá var búið að leggja aðeins meira í þetta. Þannig að það er kannski einhver punktur að við komum aft fram með þetta bara sem eitthvað fjöldaframleitt frekar en eitthvað sérstakt. En talandi erfiðleika við að redda hráefni, Stefán Atli, þá ættið þú kannski að hafa alveg eitthvað áhugavert að segja það. Já. Vilt kannski segja líka öllum, kannski fyrir þau sem vita ekki hvað þú framleiðir. Já, ok. Ég er sem sagt framkvæmdastjóri fyrirtækisins Krópar Protein. Við búum til matvæli sem innihalda skordýr og þetta fyrirtæki var stofnað þegar við tókum þátt í Startup Reykjavík fyrir 2 árum síðan. Hugmyndin með skordýrin kviknaði hjá samstarfsfélagi mínum, honum Búa. Hann var að læra í Listaháskólanum sem vöruhönnuður, að vera vöruhönnuður og tók þetta nám þeim vinkli út frá svona sjálfbæri matvælaframleiðslu og komst að því að skordýr væru gríðarlega góður og sjálfbær kostur sem var hægt að nýta í matvæli. Og hann komst að því að það væri í raun og veru voðalega lítið mál að búa til matvæli úr skordýrum en auðvitað væri erfiðleikarnir snúast það að fá fólk til þess að borða matvælin. Og þar
kem ég inn í þetta og við tökum þátt í Startup Reykjavík eins og ég sagði frá áðan og hérna förum að þróa sem sagt, hugmyndir hvernig við getum fengið fólk til þess að borða þetta hráefni sem að við þekkjum svo lítið til hérna í hinum vestræna heimi. Og það sem við gerðum, af því að þú spyrir hvernig náðum við að nálgast þetta hráefni, það sem við gerðum var mjög einfalt. Við fórum bara á internetið og leituðum að því. Við sem sagt, komumst mjög fljótlega að því að það voru til örfáir skordýrabændur, bæði í Evrópu og í Norður-Ameríku sem að hefðu þessi tilskildu leyfi til þess að framleiða eða rækta skordýr til manneldis og við settum okkur bara í samband við þessa aðila, fengum hjá þeim sýnishorn og byrjuðum að búa til sýnishorn. Og það er gaman að segja frá því kannski að fyrir svona rúmu ári síðan þá var ég hérna staddur á nýsköpunarhádegi að kynna þessa hugmynd rétt eftir að við kláruðum Startup Reykjavík og leyfðum fólki að smakka. Og á þessu eina ári sem hefur liðið þá erum við búnir að þróa hugmyndina í vöru sem að var fjármögnuð á Kickstarter fyrr á árinu. Við framleiddum hana núna í nóvember og var send fyrir nokkrum vikum síðan frá Kanada til Íslands þar sem að skipið er núna við höfnina og það hefur verið að tollafgreiða vöruna bara núna eftir hádegi. Þannig að þetta er mjög skemmtilegu dagur í dag. Gaman að heyra. En nú hefur verið mikið talað einmitt að það að borða skordýr í auknum mæli væri eða sé mjög umhverfisvænt miðað við að borða til dæmis nautakjöt eða svínakjöt. Og þar af leiðandi svona sér maður fyrir sér að þetta gæti passa vel inn í alla þá ímynd sem að við Íslendingar viljum oft gefa á okkur að við séum svona umhverfisvæn. En nú langar mig svolítið að spyrja Gísla, eru einhver sér íslensk skordýr sem að þú gætir hugsað að sjá fyrir einhverjum réttum? Sko, ekki svo ég veit því. Ég veit það ekki. En nei, það er bara skordýr hafsins, bara humar og leira sko. En það bara getur vel verið sko. Ég geti kannski komið dálítið inn á þetta. Það er gott hjá þér að segja skordýr hafsins af því að rækjur og humar og krabbar eru í raun og veru ekkert nema skordýr og eru náskyld skordýrum sem við erum að nota í okkar matvæli. En það er íslenskur kokkur sem heitir Hinrik Karl Ellertsson. Hann hjálpaði okkur mjög mikið, sérstaklega í upphafi verkefnisins að þróa fyrstu uppskriftirnar af því sem varð að vörun okkar sem heitir Jungle Bar. Og ég er viðskiptafræðimenntaður og Búi er vöruhönnuður. Hvorugur okkar hefur í raun og veru mikla kunnáttu til þess að vera að elda eitt né neitt sko. Þannig að við fengum til okkar Hinrik. Við vissum að skordýrin geti verið nýtt sem mjög gott hráefni en svo fengum við þriðja aðila sem er sérfræðingur í matagerð til þess að fullklára hugmyndina með okkur. Og hann hafði Hinrik er mikill tilraunamaður, rekur tilrauna eldhús og honum þótti ekkert erfitt að prófa sig áfram með nýtingu á þessu hráefni en varðandi með hvaða íslenska hráefni við getum notað. Verkefnið sem að Búi var með í Listaháskólanum, þá nýtti hann lirfu af flugu sem heitir svarta hermannaflugan sem var sérstaklega flutt hingað til lands til þess að gera rannsóknir á Matís var að gera rannsóknir á því hvort það var hægt að rækta þetta skordýr til þess að nýta lirfuna í fóðurgerð fyrir fiskeldi. Og Búi kemur inn sem vöruhönnuður úr Listaháskólanum og segir ég vil fá að taka þátt í þessu verkefni og ég nenni ekki að taka þátt í þessu fiskiverkefni en ég vil endilega fá að taka þátt og búa til matvæli fyrir fólk úr þessu hráefni og sýna fram á að það sé hægt að nýta það til annars en bara fóðurgerð. Þannig að það eru til hráefni sem er hægt að nýta á Íslandi en ég held að það sé best að líta til þeirra hráefna sem eru nú þegar mikið notuð í skordýra matagerð
og það eru það er betra að leita erlendis, myndi ég segja, eins og við gerðum að lokum. En nú hafið þið mikið notast við eins og vöruhönnun og útlitshönnun á vörunum ykkar sem liður í því að sannfæra fólk að leggja sér skordýr til munns. Og maður langaði að eins og spyrja þig, hvort eða ykkur bæði reynda bara, hvernig þið sjáðu fyrir ykkur að hönnun gæti verið nýtt til þess að móta framtíð matvælaiðnaðarins á Íslandi? Já, ég er einn af höfundum og stjórnendum verkefnisins Stefnumót hönnuða og bænda og við byrjuðum árið 2007 með það verkefni og það verkefni hefur svolítið verið innblástur fyrir rosa mikið af smáframleiðendum hérna á Íslandi og ástæðan fyrir við settum þetta verkefni af stað þarna á þessum tíma var einmitt að ég var tiltölulega nýútskrifuð, var komin heim eftir nám erlendis líka og maður stóð einhvern veginn, hvað er ég að fara að gera sem vöruhönnur á Íslandi? Þú veist, við erum ekkert svo mikið af framleiðslu og hráefnum og eitthvað, en við erum alveg ótrúlega mikið einmitt af matvælaframleiðslu og fullt af fyrirtækjum sem geta framleitt alls konar hluti úr mat og við horfðum á það bara sem, þetta er náttúrulega vettvangur fyrir hönnuði á Íslandi að vinna með matvælaiðnaðinn. Og við byrjum bara með bændum sem er elsta starfsstéttin og hönnuður sem er kannski yngsta og settum þá saman. Og okkar markmið var einmitt að hönnuður eru ekki bara eitthvað quick fix að setja eitthvað í næs umbúðir. Þetta snýst að búa til ný konsept, nýjar hugmyndir, þróa nýjar afurðir og það var það sem við gerðum með nemyndum. Það kom eins og því kom sláturtertan sem er á Möðrudal og Fjöllum, skýrkonfektið, rabarbarakarmelan og svo hönnuðum við matseðil fyrir Hala í Suðursveit sem er líka safn Þórberg Þórðarsson. Þannig að við vorum að vinna svolítið bara með menninguna, matinn, hráefnin, söguna og það er held ég, þannig geta hönnuðir gert gagn. Þeir geta alveg hannað bara umbúðir en ef þeir fá að vera með alveg í grunninum eins og búi að búa til, fara inn í matís, inn í verkefni, þar geta ný tækifæri komin. Mér langar bara að minnast á það líka fyrst við erum að tala um þetta. Það var einmitt rannsókn að koma út sem að sýnir fram á það að fyrirtæki sem eru með hönnun í huga alveg frá byrjun eiga það til að ganga betur heldur en fyrirtæki sem að innleiða hönnun síðan meir. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem maður segir, þetta er bara svart og hvít eru til tölfræðileg gögn sem að sýna það. Og kannski sérstaklega varðandi mat sem er vara sem að snýst að miklu leyti upplifun. Mér langar til að nefna mér finnst það ótrúlega skemmtilegt þegar þú talaði Gísli með þorramatinn og ég ég fann dálítið tengingu á milli þess sem við erum að gera við það sem þú sagði með þorramatinn að ekki búa til eitthvað sem að fólk vill ekkert endilega borða og bjóða upp á það bara því að það er eitthvað grín. Af því að í okkar tilviki við erum að búa til matvæli úr skordýrum og það fyrsta sem að fólk hugsar sem að hefur ekki hefur enga vitund að skordýr séu nýtt fyrir utan mögulega að þú getur farið á næturmarkaði í Tælandi og fengið þér lifandi lirfu eða skordýr. Og þetta er akkurat það sem við vildum breyta. Við vildum, vissulega vildum við nýta hráefnið en við vildum setja það í þannig búning að fólk myndi raunverulega vilja borða það. Já. Og þannig að það var í raun og veru þessi matarhönnun í raun og veru að taka hráefnið og gera það að einhverju sem er aðlaðandi. Við erum ekki að reyna að fela það að það sé eitthvað skrítið og óvenjulegt hráefni í stykkinu okkur. Það er aðal sölupunkturinn í þessu öllu saman. En til þess að fá fólk til þess að borða það og ég segi og sérstaklega að borða það aftur. Þetta snýst allt það í raun og veru, að fá fólk til þess að kaupa aftur. Að þá þarftu að vera með vöru sem er virkilega góð. Hún má ekki bara vera skrítin og skemmtilega að segja frá. Hún þarf að vera góð á aðra vegu líka. Þannig að þetta er ég held að það sé ótrúlega skynsamlegt að hugsa svona svona öðruvísi hráefni
eins og við erum að Já, gera báðir, myndi ég segja. akkurat. Svona kannski ekki þessi hversdagslegu sem þú kaupir út í búð sko og eldar fyrir familíuna heima sko. Já. Og það er rosa mikilvægt að gera þessa hluti rosalega bragðgóða. En þess að annars fellur þetta svo fljótt sjálft sig sko. Já. Þannig að ef að þorskhausinn til dæmis væri bara rosalega vondur á bragði, þá myndi það ekkert vera nærri að flott sko. Nei. En þorskhausinn brilljant vegna þess að, þú veist, þetta er gott hráefni eins og þú segir og þú eldar það vel. Fólk á eftir að taka mynd af þorskhausnum og setja á samfélagsmiðla og alveg eins og það mun taka mynd af vörunni minni og setja á samfélagsmiðla og segja ég var að borða skordýr, ég var að borða þorskhaus. Þannig að það er svona ný vídd í markaðssetningunni. Þetta er að, þú veist, alltaf þegar þorskhausinn kemur á borðið, hafa fólk komið með það. Það er bara alltaf. Og líka ég borðaði þorskhaus hjá þér daginn, við vorum 4 að borða þorskhaus og það voru bara svona ferðamenn komnir í kringum okkur að horfa á. En þetta var alveg bara svona, þú veist, þetta var svona eitthvað, við vorum eitthvað atriði. Já. En hann er ótrúlega góður. Ótrúlega gaman líka að borða hann. En áður en við höldum áfram, ef einhver er með einhverjar spurningar þá bara með þið bara ekki hika við að rétta upp hendina eða gripa henni. Gjörðu svo vel. Já, ég heiti Ragnheiður, ég er að vinna hjá Samfélaginu. Ég er svolítið forvitin með lambahaussinn. Já. Hvernig komstu sem sagt að samkomulagi við Matvælastofnun með þetta? Sko, það var þannig að við þurfum að saga hausinn, þannig að ná heilanum út. Já, akkurat, það þurfa bara að Já, gera. það þarf að gera það. Og púsla saman aftur. Já. Þannig að, þú veist, sko ég sagði ekki alla söguna, þetta er rosalega mikið vesen, en þú veist. Þú getur kannski fengið einhverja til að gera þetta. Já, hugsanlega. Ég er alltaf ekki, er einhver inni? Nei, já. Svo er spurningu þetta, ef þetta koncept sannar sig, þá væri kannski einhver annar sem væri tilbúinn að selja honum hausa í þessu, eða hún myndi kannski taka að sér að leggja þessa vinnu á sig, ef hún sér fram á að selja marga svona hausa. Já, það er einmitt svona áskorun sem bara kemur næst, sko. Ef við finnum einhvern sem er tilbúinn að vinna fyrir ykkur til þess að við getum haft þetta. En út af því að við nefnum áskorun, þá langar mig kannski að fara líka hringinn og heyra hvað þið teljið að helsta áskorun hjá ykkur og varðandi bara matvæla'iðnaðinn á næstkomandi árum eigi eftir að vera. Það hefur verið mikill vöxtur og mikil svona vitundarvakning eins og Gísli myndist á áðan. En einhvað síður erum við langt í land með að verða heimsfræg fyrir matinn okkar og matarar. En hvað haldið þið að bæði bara fyrir ykkur persónlega, ykkar fyrirtæki eða ykkar starf muni þurfa að kljást við og líka í breiðara samhengi? Ef við byrjum bara á Gísla. Já, stærsta áskorun er allavega eins og með mat og drykk, það er kannski öðruvísi áskorun fyrir veitingastæðin Slippinn í Vestmannaeyjum og mat og drykk. Fyrir mat og drykk segi ég bara að breyta þessu hugmyndafræði hjá fólk að íslensku matur sé ekki slæmur sko. Það er mjög stórt verkefni. Þannig að svo útgangspunkturinn okkar var alltaf að hafa þess að þannig að gera Íslendinga stolta af íslensku mat. Það hefur alltaf verið bara svona útgangspunkturinn. Þannig að það er svona okkar helstu challenge þar, að meðan í Vestmannaeyjum þá er það svolítið utan að koma til okkur sem er vandamálið. Það eru samgöngur. Það er ekki hægt að reka staðinn. Það er raun og veru bara þrír busy mánuðir sko, sem er svo hræðilegt að maður byrja sumarið, þjálfa hellingarstaffi. Það er ekki orðið virkilega gott fyrir kannski svona í endaðan júlí, byrjun ágúst, þá lokum við eftir 3 vikur sko. Þannig að hvert einasta ár hefur byrjað á því að, og þú veist, auðvitað getur maður ekki haldið staffi sumar eftir sumar, þótt að við fáum nokkra aftur, en fólk kann alltaf fara í aðra vinnur sko. En núna vonandi erum við að reyna að tengja mat og drykk og Slippinn, þótt að þetta séu sikkur félög og sikkur eigendur, reyna að tengja það saman með Nemo og annað slíkt, það séu í Vestmannaeyjum á sumrin og í Reykjavík á veturna. Og hvað er þín helsta áskorun núna á næstkomandi því? Já, ég veit ekki, mér finnst ég er enn að vinna að svona matvalaverkefnum, ég er núna að vinna með einu sjávarútvegsfyrirtæki og ég held að áskorunin er eiginlega
að bara gera vel og vanda sig, þú veist, það einhvern veginn, það þarf svolítið að svona, já, eins og ég sagði í byrjun, það þarf svolítið svona að vinna með bara ímyndina hér. Ég held að við megum ekki vanmeta þennan hérna markað, heimamarkaðinn, og ég held að við getum aldrei selt vöru út sem eitthvað frábært nema við trúum því hér. Eða þú veist, þannig ég held að með því að vanda sig betur hér, að íslenskar matvælaafurðir séu bara fínar og vel gerðar hér fyrir okkar markað, það í rauninni svona, mér finnst það vera mest svona áhugaverðasta áskorunin. Að vinna hér og þróa frábæra vöru hér til þess að fara með það síðan út. Stefán? Já, fyrir okkur það eru endalausar áskoranir, sko. Það eru ekki allar, það er ekki margar áskoranir sem að ég sé sem eru óyfirstíganlegar, en okkur hefur gengið mjög vel að þróa vöru sem að segir sögu, eins og Gísli var að tala sko. Og við höfum fundið fyrir mikilli eftirspurn af vörunni, bæði frá venjulegum neytendum og stórum matvörukeðjum út í heimi, sko. Þannig að eftirspurnin mikil. Það sem er erfitt fyrir okkur og verður að í raun og veru, já, þetta er sko, fjármagn alltaf mjög mikið issue. Já. Við erum í þannig bransa að við erum að framleiða vöru sem við seljum. Áður en við seljum hana þá þurfum við að vera búin að fjármagna framleiðsluna. Þannig að þegar við stækkum við framleiðsluna þá þurfum við alltaf að eiga meiri pening og svo framvegis. Þannig að fjármagn eitt vandamál sem við þurfum að glíma við. Við höfum verið gríðarlega heppnir og umhverfið hérna á Íslandi er mjög gott fyrir frumkvöðla, hvort sem það séu í matargeiranum eða ekki, sko. En við höfum verið mjög heppnir að geta fengið hjálp frá batteríum eins og Startup Reykjavík, eins og Nýsköpunarmiðstöð, eins og Rannís með Tækniþróunarsjóð, Hönnunarmiðstöð. Og þetta hefur svona hjálpað okkur að svona byggja þann grunn sem að við höfum gert síðastliðið 1,5 ár til þess að fara síðan í fyrstu framleiðsluna, þar sem við erum í raun og veru við erum ennþá í tilraunamennsku, sko, með þessar framleiðslu í raun og veru. En já, ég veit ekki, það er svo mörg vandamál sem að svona, ég er að hugsa í litlum vandamálum alltaf, sko. Stóru vandamál koma bara þegar þeir koma. Nú erum við komin að lok fundarins, þannig að ég býð öllum velkomnum að ræða við Stefán alltaf öll þessi vandamál. Hann hefur nóg það að segja. Að lokum voru einhverjar fleiri spurningar. Þá ætla ég bara að þakka öllum fyrir komuna, þakka öllum viðmælendum og þakka sjávarklasanum aftur og þakka samstarfsaðilum okkar hjá Nýherja og Stjórnvísi og bjóða ykkur öllum að fá ykkur að borða núna í mötuneytinu. Takk fyrir mig.